Fjármálaráðherra segist ekki ætla að segja af sér eftir að hafa verið í samkvæmi þar sem sóttvarnareglur voru brotnar. Forsætisráðherra segir málið skaða traust á milli stjórnarflokkanna. Bretar og Evrópusambandið náðu í gær samkomulagi viðskiptasamning 4 árum eftir að Bretar kusu að ganga úr sambandinu. ESB hyggst gefa eftir fjórðung af fiskveiðiheimildum sínum í breskri lögsögu. Lögregla hafði afskipti af hátt í 200 manna messu í Landakotskirkju í gær. Kanslari kaþólsku kirkjunnar á Íslandi furðar sig á ströngum takmörkunum og helgihaldi þegar fjöldi fólks kemur saman í verslunum. Það eru draumajólin að spila golf í sólinni, segir einn af tæplega 200 Íslendingum sem fóru til Tenerife á þriðjudaginn með eina beina fluginu þangað þessi jólin. Gul viðvörun og mikið hvassviðri á suð- og vesturhorni landsins setti svip sinn á jóladag. Fáir voru á ferli á höfuðborgarsvæðinu en nokkrar verslanir voru þó opnar. Gott kvöld og gleðileg jól. Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra segist ekki vera að íhuga afsögn eftir að hafa sótt sýningu þar sem sóttvarnareglur voru brotnar. Forsætisráðherra segir málið skaða traust milli stjórnarflokkanna. Lögreglan stöðvaði samkomu í Ásmundarsal að kvöldi Þorláksmessu. Þar voru ofmargir gestir samankomnir, ölvun talsverð, grímunotkun í lágmarki og spritt af skornum skammti. Meðal gesta voru Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra og eiginkona hans. Bjarni segir þau hafa dvalið á sýningunni í stundarfjórðung áður en lögregla kom og gerði athugasemdir við fjölda gesta. Hann segir það hafa verið gáleysi af sinni hálfu að veita því ekki eftirtekt þegar fjölgaði í salnum. Og það er nú það sem að ég vil biðjast afsökunar á að gæta mín ekki nægilega vel. Það er auðvitað ekki til eftirbreytni og ég sé mjög eftir því. Ertu að íhuga stöðuna sem ráðherra? Sko, mér finnst þetta atvik ekki vera þess eðlis að það kalli á afsögn mína sem ráðherra. Ég er einfaldlega í svo stórum verkefnum að ég hef mjög ríka þörf til þess að fylgja þeim eftir. Þannig ég er nú svo sem ekki að hugleiða það. Málið finnst mér í heildina mjög slæmt og óheppilegt og það er ekki, ég geri þá kröfu á mig sjálfan að vera til fyrirmyndar í þessu, þannig að ég er vonsvikinn út í sjálfa mig. En ég er hins vegar ekki að hugsa að stíga frá þeim stóru verkefnum sem ég er í. Og ég ræddi nú við fjármála- og efnahagsráðherra í gær og tjáði honum mína óánægju með þetta og vonbrigði, því auðvitað er það þannig að það blasir við að þarna voru sóttvarnareglur ekki virtar af hálfu þessara rekstraraðila sem voru þarna með einhvers konar opið hús. Og auðvitað hefði ráðherrann átt að átta sig á því þegar fjöldinn var orðinn sá sem greint hefur verið frá og hefði þá átt að aðhafast eitthvað eða yfirgefa staðinn eða eitthvað slíkt eins og sem hann gerði ekki og hefur auðvitað lýst því yfir að þar hafi hann ekki í raun og veru átt að sjá aðstæðum og beðist afsökunar á því. Finnst þér að hann eigi að segja af sér? Ég ger ekki kröfu um afsögn, nei. En auðvitað er þetta mál sem skaðar traustið milli stjórnarflokkana í þeim stóru verkefnum sem við stöndum í og auðvitað hef ég áhyggjur af því. Ég hef nú trú á því að við komumst í gegnum þetta og höldum áfram að vinna gagn. Þannig að þú óttast ekki að þetta verði til þess að ríkisstjórnarsamstarfinu verði slitið? Það er auðvitað ekki mitt að spá neinu fyrir það. Ég persónulega kæmi það mér mjög óvart. Þannig að auðvitað er þetta ekki gott mál inn í þessi stóru verkefni. Lögreglan hafði afskipti af helgihaldi í Landakotskirkju í gærkvöld vegna of mikils fjölda sem þar var við messu. Kanslari biskupsdæmis kaþólsku kirkjunnar kvartar undan ósamræmi í sóttvarnareglum. Hátt á annað 100 gestir voru samankomnir í pólskri messu í Landakotskirkju í gær. Fáir voru með grímur og aðeins einn spritbrúsi var sjáanlegur í kirkjunni að því framkemur í tilkynningu frá lögreglunni. Þá var ekki hægt að tryggja 2 metra fjarlægð milli fólks. Það hugsanlegt að Pólverjar hafa ekki áttað sig nægilega vel á reglurnar eins og það eru núna
presturinn á að vita, hann fær upplýsingar líka hjá okkur hvernig stendur út af faraldrinum, en það spurningun hann hafi komið þessum skilaboðum nægilega vel til skila til safnaðarins. Það var farið ansi langt og ekki samkvæmt reglum sem gilda. Það sé á ábyrgð prestsins, ekki kirkjunnar, að sjá til þess að fari sig eftir sóttvarnareglum. Jakob segir að máli verði skoðað nánar innan kirkjunnar. Rætt verði við prestinn og hvernig bregðast eigi við, en furðar sig þó á ósamræmi í sóttvarnareglum. Strangar takmarkanir séu á helgihaldi, en fjöldi fólks með koma saman í verslunum. Það virðist vera þannig að það sé ekki sömu reglur sem gilda til dæmis í búðum eða kirkjunni, og auðvitað maður setur mikið spurningamerki út af hverju. Ég held að það þurfi að athuga þetta svo til nánar, og hérna í stóri kirkju eins og þessi kirkja, það mætti hafa reglur aðeins öðruvísi en það sem gerist í litlum rýmum. Engir tollar eða innflutningskvótar verða á vöruflutningum á milli ESB og Bretlands verði viðskiptasamningur þeirra samþykktur. Fulltrúar aðildarríkja Evrópusambandsins koma saman í Brussel í dag til að rýna í samningin. I have a small present for anyone who may be looking for something to read in that sleepy post-Christmas lunch moment. And here it is. Tidings, glad tidings of great joy, because this is a deal. Bretar og Evrópusambandið náðu í gær samkomulagi viðskiptasamning 4 árum eftir að Bretar kusu að ganga úr sambandinu og viku áður en frestur til að ganga frá samningi átti að renna út. You remember the oven-ready deal by which we came out on January the 31st? That oven-ready deal was just the starter. This is the feast, full of fish, by the way. ESB hyggst gefa eftir 4. fiskveiðiheimildum sínum í breskri lögsögu. Engir tollar eða innflutningskvótar verða á vöruflutningum á milli ESB og Bretlands og sérstakur dómstóllur stofnaður til að leysa úr ágreiningsefnum sem kunna að koma upp. Sendiherrar aðildarríkja Evrópusambandsins komu saman í Brussel í dag til að rýna í samningin, en Evrópuþingi og þjóðþing aðildarríkjanna þurfa að leggja blessu sína yfir samningin áður en hann verður staðfestur með formlegum hætti. Que nous pouvons finalement laisser le Brexit derrière nous. L'Europe continue de s'avancer. Í samningnum undirstrikað að ekki verið komið upp hörðu landamæra eftirliti milli Írlands og Norður Írlands. Ekkert tolla eftirlit verður á landamærunum. Norður Írland verður áfram hluti af innri markaði Evrópusambandsins og tollareglur sambandsins gilda í höfnum Norður Írlands. Þá á samningurinn að tryggja áframhaldandi löggæslu samstarf ríkjanna. It's good for Irish jobs, it's good for the Irish economy. No tariffs, no quota, free trade deal between Britain and the European Union. It's good on aviation, it's good in terms of judicial police cooperation, energy and research. And I think it lays the foundations for a more harmonious relationship into the future. Clearly we will want to see the detail of the deal, particularly around security cooperation, which of course is very important to us in Northern Ireland, and data adequacy and things like that. But look, this is good news and we should welcome it as such. Neðri deild breska þingsins greiðir atkvæði samningi næsta miðvikudag. Fastlega má gera ráð fyrir að hann verið samþykktur, en þingmenn verkamannaflokksins hyggjast greiða atkvæði með honum. But let me be absolutely clear and say directly to the government, up against no deal, we accept this deal. But the consequences of it are yours. Já, það ljóst að samningurinn hefur talsverð áhrif á Íslendinga. Við ræddum við Guðlaug Þór utanríkisráðherra fyrr í dag sem segir gleði tíðindi að hafi náðst að semja og að samningurinn feli sér í ákveðin tækifæri fyrir íslensk stjórnvöld til að mynda hvað varðar fiskveiðilöggjöfina. Auðvitað höfum við ekki haft góðan tíma til að fara nákvæmlega yfir þetta, en það sem okkur sýnist í fyrsta lagi að vöruviðskiptin séu vel tryggð og það er auðvitað mjög mikilvægt fyrir okkur og sömulegis þjónustuviðskiptin. Með við þetta þá sýnist okkur að Bretar verði áfram inn í rannsóknarsamstarfi ESB sem góðar fregnir og einnig að taka þá til dæmis í baráttu gegn hryðjuverkum og ýmislegt annað sem jákvætt þarna. Nú í gildi bráðabirgða fríverslunarsamningur við Bretland og bráðabirgðasamningur sem tryggir ýmis réttindi Íslendinga sem eru búsettir þar í landi. Hægt verður að semja til lengri tíma núna þar sem samningur Breta og ESB í höfn. Við skrifum undir sameiginlega yfirlýsingu Bretar og Íslendingar framtíðarsýn
samskipti þjóðanna sem mjög yfirgripsmikil og hefur fjallar miklu meira heldur en bara viðskipti. Og þá útfærslan og það að ganga frá málum, það eftir og það forgangsmál hjá okkur. Nú samningurinn 1300 blaðsíður að lengd og hefur ekki verið birtur í heild sinni hingað til, en bresk stjórnvöld hafa birt útdrætti sem sérfræðingar hafa verið að rýna í og hér hjá mér Kristján Gæ, alþjóða stjórnmálafræðingur. Já, Boris Johnson heldur ég fram að hann sé að uppfylla öll þessi loforð sem hann hefði gefið varðandi samning. Það rétt? Já, það má segja að hann geti fagnað, en þessi samningur þó langt frá því sem að kjósendum var lofað þegar að þeir greiddu atkvæði sumarið 2016 og margt hefur breyst í heiminum síðan þá. Hann getur kannski fagnað því að það búið að setja hlið á girðinguna sem að verið hefur reist á milli Bretlands og Evrópusambandsins, þar sem að mesta viðskiptum Breta fara á milli. En hvað vantar í þennan samning? Þetta náttúrulega bara samningur viðskipti og síðan öryggismál og ýmislegt fleira, en það breytir því ekki að núna áramótin þá verða hindranir á samskiptum Bretlands og Evrópuríkja margt. Það verða hindranir á flutningum fólks, vöru og þjónustu, og það sem verður kannski einna erfiðast fyrir Breta að þarna verða miklar hömlur á þjónustuviðskiptum sem 80% af hagkerfi Breta. Rétt í lokin, hvað tekur við núna næstu vikur og mánuði? Já, það byrjað að rýna þennan samning eins og þú sagðir og það verið að rýna hann í höfuðborgum Evrópuríkjanna og í Bretlandi. Breska þingi kemur saman núna 30. og þar verða bæði lávarðar og neðri deildin að fara yfir og samþykkja samninginn. Hann þarf að samþykkjast af fulltrúum allra aðildarríkja Evrópusambandsins og þau gera ráð fyrir að koma saman fyrir áramót. Síðan það eftir áramót, þá Evrópuþingið og fleira sem tekur við, en ég held við að gera ráð fyrir því að þetta verði samþykkt á þessum nótum. Takk fyrir þetta, Kristján, og höldum að sjálfsögðu áfram að fylgjast með þessu máli á rúv.is. Já, kæra þakkir fyrir það, Ingvar og Kristján. Víða heim býr fólk við takmarkað frelsi hátíðarnar vegna veirunnar, en sums staðar hefur hún vart látið sjá sig. Fréttastofa fékk jólakort frá nokkrum Íslendingum úti í heimi. Hér í Danmörku verður jólahald með öðru leyti en vön. Það mega bara vera 10 saman, þannig við verðum bara litla fjölskyldan okkar, förum út í labbitúr og annað því að 24. miðnætti þá verður öllu lokað nema matabúðum og apótekum. En við erum svo sem vön ýmsu, veitingastaðir hafa verið lokaðar að skakna heim úr skólanum, þannig að við ætlum bara að njóta þess, fengum góða sendingu frá Íslandi og biðjum rosalega vel að heilsa vinum og ættingum heima frá henni. Og við höfum ákveðið að halda jólin okkar hérna í Hollandi. Við höfum reynt að halda í sem allra flestar íslenskar jólahefðir á aðventunni og hún hefur bara verið dásamleg. Já, svo koma jólin og við ætlum að vera með á aðfangadag möndlugrautinn og við ætlum að bjóða hérna enskum vinum okkar sem við kennst hérna úti. Við ætlum að kynna þeim fyrir þeirri hefð og á annan í jólum okkur svo boðið í jólaboð hjá íslensku fjölskyldu hérna. Þannig að þetta verður bara agalega hugulegt hjá okkur. Já. Gleðileg jól! Gleðileg jól! Við ætluðum upprunalega að fara til Southampton, til ættingja mannsins míns sem búa þar, en reglurnar hérna voru að breytast, þannig að núna mega heimilisöld bara hittast á jóladag. Þannig að við ætlum að bara eiga kósí aðfangadag hérna heima og við ætlum við ætlum að blanda saman enskum og íslenskum jólum í fyrsta skipti, við ætlum að prófa það. Gleðileg jól frá Dubai. Ég hérna staddur í stað í Dubai sem heitir The Marina, mjög vinsæll staður til að búa á. Eins og við sjáum þá hérna ekki mikið jólaskeytingar, ég reyna að bæta upp hérna með smá feeling. Ég ætlaði náttúrulega að fara heim þessi jól en þið vitið, COVID. Annars fyrir utan að þessi 20 stigi hiti þá þetta bara hefðbundin jól hjá mér. Hér var aðeins 30 manns smitast frá byrjun og því getum við haldið okkar hefðbundnu jól. Við fjölskyldan munum opna gjafir á jóladagsmorgun, borða góðan mat og förum svo kannski á ströndina seinni partinn yfir veðurlega yfir. Jólin eru ekki eins hátíðleg hjá okkur, fjarri fjölskyldu og hefðum, en þau koma samt alltaf og alltaf góðar stundir hjá okkur. Þetta eru skrítin jól fyrir mjög marga og ég óska ykkur öllum gleðilegri jóla og við vonum að næsta ár verði betra.
Og meira af Íslendingum á hlýrri stöðum heldur en á Fróni akkurat núna því að flugvél með 170 Íslendinga innanborðs lenti á Kanaríeyjum í vikunni. Þetta eina beina flugið þangað en þessi jólin en venjan að fjöldi Íslendinga dvelja á Gran Canaria og Tenerife á þessum árstíma. Undanfarin ár hafa 3000 Íslendingar eitt jólum og áramótum á Kanaríeyjum. Í ár aflýstu allar íslensku ferðaskrifstofurnar ferðum sínum þangað nema Vita sem flög einnig vél út á þriðjudag með stoppi bæði á Tenerife og Gran Canaria. Farþegarnir sem lentu á Tenerife voru sannarlega kátir með það að vera komnir í sólina enda ferðalagi langþráð fyrir marga en ekkert beint flug frá Íslandi hefur verið í boði til Kanaríeyja undanfarna mánuði. Og voruð ekki tvístígandi? Nei. Aðeins, við hugsaðum þetta. Já, ekkert, nei, ég get nú ekki sagt það sko. En maður vissi bara ekki hvort það yrði farið, það var eina ávísan í þessu. Við vorum ákveðin að fara að það yrði farið. Maður reynir bara að passa sig eins vel og maður getur og ekkert í neinu fjölmenni eða eitt eða neitt. Við erum bara í sér íbúð og með okkar bíl og ætlum bara að fara í fjöllin og litla strendur og þannig að við förum bara varlega svo við getum. Við erum mjög lítil jólakúla hérna á Tenerife og golfvellinir eru opnir og þá erum við bara sátt. Aldrei fundist ég vera eins öruggur eins og akkurat hérna. Það er eiginlega ekkert af fólki hérna, en ég er bara mjög sáttur sko. Drauma jólin, spila golf og vera í sólinni og bara gegja. Á Kanaríeyjum eru nú 5.800 COVID-smitt, þar af 4.600 á Tenerife. Smittin hérna á Tenerife eru fyrir norðan og austan. Það er mun minna hér á suðurhluta Tenerife, þar sem Íslendingarnir eru að koma og hefur verið allan tíman. Sóttvarnareglur voru hertar hér á Tenerife fyrir helgi. Fyrstu fréttir af þessum aðgerðum hljómuðu eins og eyjan væri lokuð fyrir ferðamönnum. Það er þó alls ekki tilfellið. Ferðamenn eru velkomnir eftir sem áður, en þeir verða hins vegar að hlíta sömu sóttvarnareglum og heimamenn yfir hátíðarnar. Meðal þeirra reglna sem í gildi eru á eyjunni þá er útgöngubann frá klukkan 10 á kvöldin til klukkan 6 á morgnana. Þá er grímuskylda og veitingahúsum settar strangar skorður. Aðeins má taka á móti gestum utandyra og takmarkanir eru á gestafjölda. Íslenski barinn hefur aðlaga jóladagskrá sína að settum reglum og þar verður boðið upp á hangikjöt á jóladag en maturinn verður borðaður í fyrra fallinu svo allir nái heim fyrir útgöngubann. Það eina sem við verðum að krossa putta að það rigni ekki, það gerir alltaf mjög sjaldan hérna, en þegar allir þurfa að vera úti þá er erfitt ef það kemur rigning. Þannig við óskum eftir góðu veðri, mjög góðu veðri. Og þetta er erfitt en við finnum bara aðra lausni, nú erum við farin að baka og erum bara pínu bakari og sendum heim kleinur og flatkökur og fleira. Þannig maður þarf bara að finna einhvern nýjan vinkil á hvað maður getur gert. Aftur hingað heim, það var ekki mjög jólalegt að litast á suðvesturhorninu í dag. Fólk sem fréttastofa tók tali var hins vegar ánægt með að geta sótt verslanir og þjónustu sem í boði var. Gul viðvörun var í gildi á suðvesturhorninu framundir kvöld vegna hvassviðris og setti sannarlega svip sinn á jóladag þetta árið. Það má segja að örlög þessa jólatrés sé svolítið lýsandi fyrir það hvernig jólaveðrið var á höfuðborgarsvæðinu í ár. Þó víða sé skert þjónusta á jóladag voru nokkrar verslanir og apótek opnar fyrir þá sem vanhagaði eitt og annað. Þetta er aukin þjónusta, þetta hefur alltaf verið harðlæst og lokað og læst, all þjónusta á þessum degi. Gott að hafa búð opnað á jóladag? Algjörlega sko, kaupa smá snakk og kröður í. Eftir 7 kílómetra göngu í Elliðaárdal þá þarf maður smá hressingu. Voru jólin með öðru móti á þér í ár en venjulega? Alls ekki, bara kósí og rólegheit eins og þetta. Matsölustaðir voru margir hverjir lokaðir en þó ekki allir. Það búið að vera svona smá trafík frá 2. Þannig að það er alltaf, fólk keyrir framhjá og verður rosalega ánægt að sér að það er opið hjá okkur. Hvernig er að standa vaktina svona jóladag? Það er bara úrvað fínt. Ég baði eiginlega það, en svo er ég með bók hérna og það er að lesa á meðan það er enginn og gefa dúfunum á borða. Öldurnar börðu á strandlenginni við Ægissíðu í Reykjavík og þó fáir hafi verið á ferli voru þó einhverjir sem létu hvassviðrið ekki aftra sér frá því að fara í heilsubótagöngu. Já, út að hreyfa sig. Já. Þetta annað í boði. Gleðileg jól. Gleðileg jól. Meira veðri. Það dregur smá saman úr vindi í kvöld og nótt. Á morgun verður yfirleitt hæglætisveður og jólalegra að litast enda er kólnandi og von á éljum á víð og dreif og þá gæti jörð orðið hvít víða land. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum fréttum.
Og það var helst í fréttunum hjá okkur í kvöld að fjármálaráðherra segist ekki ætla að segja af sér eftir að hafa verið í samkvæmi þar sem sóttvarnareglur voru brotnar. Forsætisráðherra segir málið skaða traust milli stjórnarflokkanna. Bretar og Evrópusambandið náðu í gær samkomulagi viðskiptasamning 4 árum eftir að Bretar kusu að ganga á sambandinu. Lögregla hafði afskipti af hátt í 200 manna messu í Landakotskirkju í gær. Kanslari kaþólsku kirkjunnar á Íslandi furðar sig á ströngum takmörkunum og helgihaldi fólks þegar fjöldi fólks kemur saman í verslunum. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld, sjónvarpinu annað kvöld, annan í jólum klukkan 7. Þessum fréttatími er lokið og verið sæl og njótið jólahátíðarinnar.